að brjóta niður sko vígi djöfulsins eða Satans sem að vill byggja sín vígi í Reykjavík og Reykjavík og nágrenni og reyndar all land. En Guð vill brjóta niður verk djöfulsins eða Satans og það kemur mjög skýrt fram að til þess birtist Guðssonur, hann skyldi brjóta niður verk djöfulsins en byggja upp múrana, byggja upp hús Guðs. Og hvað er hús Guðs? Hús Guðs er auðvitað fólk sem trúir á Jesú Krist. Það er hús Guðs, það er ekki einhverja byggingar eða sem við sjáum. En það er nú samt þannig að við höfum byggingar sem við sjáum. Og Reykjavík er raunveruleg borg sem að raunverulega líka í hinu veraldlega, ekki síður inn í hinu andlega. Mér langar svolítið að lesa úr Haggai spámanni nokkur orð og það hljóðar svo í Drottins nafni frá fyrsta versinu. Á öðru ári ríkisárs Daríusar konungs, hinn fyrsta dag hins 7. mánaðar kom orð Drottins fyrir munn Haggai spámanns til Serubabels, Sealtíussonar, landstjóra í Júda og til Jósúa Jósadakssonar æðstaprests svo hljóðandi. Svo segir Drottinn allsherjar, þessi líður, þetta fólk, það ekki, við getum hugsum alltaf um Ísland og Reykjavík. En er ekki tími komin til að endurreisa hús Guðs? Þá kom orð Drottins fyrir munn Haggai spámanns svo hljóðandi, er þá tími fyrir yður til að búa í þiljuðum húsum, meðan þetta hús, það er að segja Guðs hús, liggur í rústum, og nú segir Drottinn allsherjar svo, takið eftir hvernig fyrir yður fer. Þér sáið miklu, en safnið litlu, etið, en verðið eigi saddir, drekkið, en fáið eigi nægju yðar, klæðið yður, en verðið þó ekki varmir, og sá sem vinnur fyrir kaupi, vinnur fyrir því í götótta pingju. Svo segir Drottinn allsherjar, takið eftir hvernig fyrir yður fer, farið upp í fjöllin, sækið við reisið musturið, húsið, þá mun ég hafa velþóknun á því og gjöra mig veggsamlegan, segir Drottinn, þér búist við miklu, en fáið lítið í aðra hönd og þó þér flytið það heim, þá blæsið það burt. Hvers vegna? Segir Drottinn, allsherjar. Vegna hús míns, af því að það liggur í rústum, meðan sérhver yðar flýtir sér með sitt hús. Fyrir því heldur himinin uppi yfir yður aftur dögginni og fyrir því heldur jörðin aftur gróðri sínum. Og ég kallaði þurrk yfir landið og yfir fjöllin, yfir kornið, vínberjalögin og olíuna og yfir það sem jörðin af sér gefur, yfir menn og yfir skepnur og yfir allan handafla. Þá hlýddi Serubabel, Sealtíusson, þetta er landstjórinn, og Jósúa Jósadaksson, æðsti presturinn, og allt þar eftir var orðið lýsins röddu Drottins Guðs þeirra og orðum Haggai spámanns. Þeim Drottinn Guð þeirra hafði sent hann með og líðurinn óttaðist Drottinn. Og þegar líðurinn snýr sér, og þess byggjum við að hann geri það í Reykjavík og nágrenni og líka í öllu landinu okkar, að líðurinn snúi sér að Guði, að byggja upp Guðs hús, en þá mun vel fara með okkar eigin hús og borgin okkar, og við höfum sérstaklega verið að tala Reykjavík því að við ætlum að setja senda í Reykjavík, 4 öfluga senda sem ná öllu Reykjavíkursvæðinni og á þeim ætlum við að senda út ekki bara Omega, heldur 3 stöðvar í viðbót. Það er að segja 4 stöðvar, 4 senda, öfluga senda, og þetta gerist núna með vorinu. Og við lítum á þetta eins og múrvegginn sem það var gott að fá upp mynd af múrnum sem við ætlum að reisa í kringu Reykjavík. Og til þess að verja Reykjavík fyrir árásum óvinarins og notum líka skjöldin sem ég held nú á, ef þú setur myndin aftur á mig, en þessi skjöldur, við skulum líta á hann sem skjöld
trúar Reykvíkinga og höfuðborgarsvæðisins og þess vegna alls landsins, skjöld trúarinnar, og auðvitað geta menn tekið á skildi eða skjaldamerki hversins heima og nota þá sem slíka. Þetta skiptir gífurlega miklu máli andlega, en takið eftir að við vinnum saman sko í hinu andlegu byggingu eins og landstjórinn og æðstipresturinn, og ég lít sko á Eirík Sigurbjörnsson sem stjórnar þessu eins og æðstaprestinn, en hver landstjórinn? Hver verður landstjórinn hver verður borgarstjórinn til dæmis í Reykjavík? En hann situr ég trúi því að hann situr við hliðina á mér. Og ég taki hendi að það Eyþór, velkomin. Takk fyrir kærlega. Og það segir í lokin til að hnykkja á þessu, þegar að menn hafa lítt Guði, þá segir í lok í Haggai, svo ég lesi þau fáu orð sem eftir eru í lok kaflans, og orð Drottins kom til Haggai annað sinn, hinn 24. sama mánaðar, svo hljóðandi, mæl til Serúbabels landstjórar. Þetta hinn veraldlegi höfðingi. Og landstjóra í Júda á þessa leið: ég mun hræra himinn og jörð, ég kollvarpa veldi stórum konungsríkjana og eyðilegg vald hinna heiðnu konungsríkja. Ég kollvarpa vögnum og þeim sem í þeim aka, og hestarnir skulu hníga dauðir og þeir sem á þeim sitja hver fyrir annars sverði. Á þeim degi, segir Drottinn allsherjar, tek ég þig Serúbabel Sealtíasson, landstjórinn hinn veraldlegi höfðingi, þjónn minn, og fer með þig eins og innsiglisring, því að þig hef ég útvalið, segir Drottinn allsherjar. Ekki bara prestinn eða æðstaprestinn, heldur líka landshöfðingjan. Og ég var að segja við þig áðan að mér þótti það svolítið skemmtilegt að ég sé þið fyrir mér sem borgarstjóra, og svo sé ég halda áfram til þess að verða landstjóra eða landföður eða forsætisráðherra. Ég sé þetta, ég bara tekið fram það að ég, og mér var svolítið merkilegt í Höfða daginn sem menn töluðu mikið að Dagur B. Sigurðsson, honum var þá orðið að þú hefðir ætlað að setjast í stólinn, þó það væri kannski ekki það rétt, en hann sagði þetta, sem ætlaður var forsætisráðherra. Og einhverju hjuggu eftir því og sagði: já, er þetta ekki spádómur framtíðina, og Dagur bókstaflega að spá. En mér finnst stórkostlegt að fá þig hingað líka vegna þess að ég sá það í viðtali í DFF við þig að þú vitnar í orð frelsarans Jesú Krists. Já, og það var satt. En þegar ég tók þess ákvörðun að fara af stað, þá vissi ég að þetta var stór ákvörðun, að gefa kost á mér í þetta. Þá var ég að gera ákveðin kaflaskil í mínu lífi, og ég vonaði að einhver annar myndi gefa kost á sér sem ég myndi treysta fyrir því, og ég vissi það að þetta væri mikið verk. Þannig ég bað Guð að gefa mér styrk að segja nei, því að margir voru að biðja mig að fara í þetta, en á endanum þá fór það öðruvísi og sagti nú að vegir Guðs séu órannsakanlegir, og hann kannski vildi að þetta færi hinn veginn, og minn vilji fékk ekki að ráða, og nú er ég hér. Það stórkostlegt, og ég hef verið að velta fyrir hvers vegna hef ég fengið þessa trú, sko. Nú tölum við pólitík, og ég segja, er maður pólitískur? Já, á vissan hátt, sko. Þegar ég bið faðir vorið, þá bið ég, sko, til vor komið þitt ríki, segir við hann, sko. Og það er pólitískt, sko. Ríki. Já, ég er að biðja að ríkisstjórn Guðs komi á jörðu, alltaf í faðir vorið. Og Þannig líka, það náttúrulega kirkjuna þjónar, eru þjónar, og síðan eru það þeir sem eru almannaþjónar og eiga að vera almannaþjónar, eiga að þjóna almenningi. Þeir eru margir pólitíkusar og sumir embættismenn, en stundum gleyma þeir fólkinu. Stundum verða þeir uppteknir af sjálfum sér og hver af öðrum, en gleyma því að þeir eru settir, annarkvort kjörnir eða ráðnir, til þess að þjóna fólkinu. Og það er það sem ég vil gera. Ég vil endurheimta þá stjórn að Reykjavíkurborg
sé alfarið í því að þjóna fólkinu. Ekki að byggja endalaust stjórnkerfi, heldur að hlusta á fólkið. Við búum það vel að við erum í fámennu landi og við eigum að geta hlustað á hverja og eina rödd. Og við eigum að geta hlustað á alla sem í Reykjavík, hvernig sem þeir eru staddir og reyna að koma til móts við þá eins og hægt er. Við eigum að reyna að lyfta þeim upp þegar þeir falla. Ekki halda þeim niður í einhverju kerfi. Við eigum að lyfta þeim upp, hjálpa þeim til sjálfshjálpar. Það er hluti af því sem að Reykjavík á að gera og hún á að vera leiðandi. En Reykjavík hefur að mörgu leyti dregist aftur úr öðrum sveitarfélögum, varðandi til dæmis ánægju íbúana, við sjáum það á mælingum. Og hún hefur svona kannski verið upptekin af því að vera með stjórnkerfið og stundum með ferðamennan og annað og það er gaman ábyggilega og með uppgangur en íbúarnir hafa til dæmis átt erfitt með að leigja eða kaupa íbúðir. Það var þurft að fara til dæmis á Selfoss eða önnur sveitarfélög vegna húsnæðisskorts sem er hér, sem er mannanna verk. Þetta er allt mannanna verk. Og samgöngurnar eru orðnar mjög þungar og fólk sem að vil vera heima hjá sér eða hitta fólki sitt, það veigra sig við að fara því að skuttlið er orðið langferð í Reykjavík. Kannski 1,5 tíma að fara fram og tilbaka með börn eða hitta ættingja og þessu vil ég breyta. Og síðan er borgin ekki hrein borg fögur torg eins og var sagt inn í gamla daga. Hún er ekki eins hrein og hún var og ekki eins hrein og eins og hún á að vera. Við búum í landi með náttúruauðlindum og hreinleika en borgin hún má vera miklu hreinni. Og þetta er svona eitt af því svona sem ég vil leggja áherslu á en svo er nú margt annað. Ég heyrði viðtal við þig og hérna það var Sigmundur Ernir sem tók við þig og hringdi og mjög gott ég hugsaði með mér hvað Sigmundur Ernir, hann að tala við hann, er hann ekki pólitískur andstæðingur og svona, þetta var svo fínt viðtal. Já, takk fyrir það. Meiri háttar og hérna, það var margt sem við komum inn á og hérna eitt af því sem að þú segir í öðru viðtali við DVF og var birt í DVF og þá varstu spurður svona hvort það var eitthvað sérstakt sem þú vildi breyta í þínu lífi og gera öðruvísi. Og það var akkurat það, já, sagður að læra að segja nei. Já, einmitt. En hérna, þú komst nefnilega inn á þetta hérna, hvað var ég að gera þegar ég beðnum að koma inn í þetta, að sækjast eftir að verða borgarstjóri. Já, akkurat. En þú sagðir ekki nei, sko, þú varst að vona og sagði það rétt hérna á það, að það væri einhver annar sem myndi fara í þetta, en svona er þetta. Já. Þú hérna sagðir ekki nei. Nei, ég gerir það ekki. Hérna, stundum er mikilvægt að segja já, en það verður þá að spara jáið og nota það vel og nú er maður komin að stað og ég heyri að það er fullt þörf á breytingum í Reykjavík. Ég heyri þá fólki, hvort sem það er að starfa hérna, reyna að byggja upp starfsemi í Reykjavík eða þeir sem er að reyna að fá þjónustu á Reykjavík, eins og til dæmis börn hérna sem að þurfa að vera í leikskólum, þau eru send stundum heim, það þarf að passa þetta. Í námið við sjáum það er hægt að gera betur, það er ýmislegt sem á vanda betur og það þarf að vinna bara með kennurum. Mamma mín var kennari og amma mín var kennari í Selvogi og þær kenndu mér að lesa áður en ég byrjaði í bekk í skóla en það er ekki allir svo heppnir og þetta á sérstaklega við þau börn sem eru börn innflytjenda. Það kemur ljós að þau eru ekki að fá nægilega góða menntun, til dæmis í íslensku. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að gera til að fólk aðlagist í íslensku samfélagi. Við þurfum að bæta okkur í þessu. Og svo heyrum við í eldri borgurum sem oft eiga erfitt með að fá þá þjónustu sem þeir vilja fá. Og þessu vil ég breyta. Ég vil hafa einfaldara og stjórnkerfi með stuttum boðleiðum. Og ég hef sagt að þegar maður ætlar að fara og panta sér til næst pítsu, þá vil maður bara fá pítsu. En maður vil ekki fá útskýringar eða einhverjar leiðbeiningar að maður er að fara til 5 aðila til þess að fá einhverja samræmingu á pítsunni. Maður vil einfaldlega fá pítsu. Og Reykjavíkurborg í þjónustuhlutverkinu á að veita góða og einfalda þjónustu og vera skjöldur. Ég er ánægður að nota skjaldarmerkið. Því að við eigum náttúrulega að verja íbúana og vernda þá. Og það stendur tala líka skjaldborg eða skjaldborgir. Já, og þær þurfa að vera raunverulegar, ekki glærur eða ímyndanir, þetta er raunverulegar. Já, að við notum skjaldborg.
og hérna þessi tákn með skildi, það er ekki tilviljun vegna þess að við lesum í Efesbréfinu 6 sko að þá segir sko drottinn sko okkur að taka þau vopn því að það er barátta sem við höfum í. Þess vegna er maður að tala um skildi og múra og borgir sem táknar sko varnir og við þurfum að verja sko, það er til illska, það er ill öfl í heiminum sem vilja brjóta niður samfélagið okkar og líf okkar og hérna Jesús segir sjálfur að ég er komin til að, sko, óvinnurinn eða djöfullinn er komin til að stela, slátra og eyða, en ég er komin til þess að hafa lífi í fullum gnægð. Og ég trúi því að þú sért maður sem að sé útvalinn af Guði. Þetta er skrítið að segja þetta. Það er stórt sagt. Já, stórt sagt vegna þess að ég skil ekki það því að þetta er fyrsta skipti sem ég hitti þig. Og hérna, en ég fékk það strax sko inn í minn anda að þetta væri maður, þú vitnar í Jesú Krist og svo sagðist þú núna rétt á hann hafa beðis. Þetta var beðingu um leiðbeiningu fyrir hvað ákvörðum þetta er að taka. Já. Allt þetta sem sagt sko raun og veru hérna styður sko það sem ég held. En núna er ég sko, nú hugsaðum já hérna Guðmundur Örn hlýtur að vera sko mikill sko íhaldsmaður og sjálfstæður, en síðast kaus ég sko alls ekki hérna alþingiskosningu sjálfstæðarflokkin, ég kaus Sigmund Davíð, mér fannst hann hafa gert svo góða hluti eftir hérna, þannig að ég reyna að leiðast á anda Guðs, ég reyni það og trúi því að hann leiði mig. Ég allavega sko lít svo að ég er að bjóða mig fram til starfa og það er í höndum kjósenda hvern til að velja og endanum erum við fólk og við erum valin af fólki. Svo geta vera aðri máttarvöld sem leiða okkur áfram, en fyrst og fremst þá er snýst þjónusta Reykjavíkurborgar það að henni sé vel stjórnað. Þetta snýst ekki í hvaða stjórnmálaflokki menn eru endilega, heldur að það sé þarna fólk sem er tilbúið að leggja á sig. Það sem ég sé fyrir mér er það að stjórnmálaflokkar og embættismenn eru orðin svolítil elíta í samfélaginu og hafa minni skilning á hag fólksins. Og það er alltaf verið að stofna nefndir og kaupa skýrslur og hafa glærur og lofa, en ég segi bara förum aftur í einfaldleikann. Við höfum þetta einfalt, fólk þarf ákveðna þjónustu og almanna þjónar sem eru embættismenn og stjórnmálamenn í borginni, þeir eiga bara að hlusta á fólkið og veita þessa grunnþjónustu af auðmýkt, ekki með neinu hroka. Það er verkefnið. Nú hérna, þú ert svona mjög venjulegur maður og þó óvenjulegur. Ég er breyskur maður, ég er ekki fullkominn. Það er við all sko. Og ég trúi því Eyþór að munurinn sko á guðsmanni og þeim sem ekki er það, er ekki það að guðsmaðurinn sé svo góður maður og hafi gert svo góða hluti í sín lífi, heldur það að hann hefur játað sko veikleika sinn og játað fram fyrir Guði að ég þarfnast sko Jesú Krist sem frelsara minns og drottins. Stundum þarf maður að játa vanmátt sinn. Já, einmitt. Og þá er ákveðin frelsun í því og þannig þarf að takast á við til dæmis fíkn eða aðra lesti. Það er að viðurkenna gallana sína og það er einmitt það sem Reykjavíkurborg þarf að gera. Reykjavíkurborg, eða þeir sem stjórna í Reykjavík, þurfa að viðurkenna hvað er að. Ef þið viðurkenna ekki hvað er að, þá geta þeir ekki bætt borgina. Þannig að fyrst verðum við að segja, það eru hérna margir hlutir sem þurfa að vera betri. Og þeir sem eru tilbúnir í það, að játa það, að það sé eitthvað sem betur má fara, þeir eru þeir einu sem geta lagað ástandið. Þess vegna hef ég sagt að við þurfum að viðurkenna það sem er að. Akkurat. En hérna, ég sagði að þú verður sko bennilegur maður sem hefur verið í ýmsu og það kom fram í samtali þínu við Sigmund Ernir og meðal annars þú hafði verið í hérna alls konar hljómsveitum og hvaða tappi tíkaras og annað og ég held að tæknimaðurinn hafi meira segna mynd af þér sko og Björgu og kannski sláum henn aðeins upp
Já, þarna er þú að syngja sko, Já. en Björk er þarna bakvið. Já, þarna vorum við að syngja í Rokki Reykjavík, 15-16 ára gömul og við vorum að gera alls konar tilraunir og þetta var á þeim tíma þegar að margt var nú bannað á Íslandi, það mátti ekki einu sinni kaupa súkkulaði frá útlöndum, en þetta var mjög skemmtileg tímabil. Þarna voru engin farsímar, þarna var ekki internet, þannig að við bara byggum til tónlist og þetta var svona skemmtileg tímabil. En síðan hætti ég þessu og fór að spila á selló, en Björk hélt áfram og var heimsfræg stórstjarna. Já. En hérna, maður hefur komið víða við, þannig að það er ágætt veganesti. En ég heyri það líka að þú hefði verið sko í ýmsum listum, jafnvel sko 11 ára gamall hefði þú verið sko í leiklist, en kannski eitthvað meira heldur en það. Já, þá lék ég hérna Kalla í Kallinn á þækinu, Kalli og Kallinn á þækinu í Þjóðleikhúsinu. Randver Þorláksson lék sem sagt Kallinn á þækinu og ég lék Kalla. Og þetta var svona eiginlega aðalhlutverki þá á stóra sviðinu og það var mikil reynsla og ég held að það sé gott veganesti að fyrir hérna barn að leika í leikriti þá þarf maður bæði að læra textan og svo framvegis og standa fyrir fram að fólk en líka að lesa salin og skilja hvernig hann er eins og var sagt í leikhúsinu reagerar sem var svona dönskusleita. Hvernig á að ná til fólksins? Já, ná til fólksins og hlusta á fólk í raun og veru án þess að fólk segja eitthvað. Það er ákveðin reynsla að leikari þarf að lesa salin eins og sagt er, þó salin segi ekki neitt og það er hérna bara góðu skóli. En svo nefndur hérna fiðluna, knéfiðluna. Já, knéfiðluna, rétt. Og hérna, en þú lagði mikið á því í sambandi við hana? Já, ég æfiði mig 6 tíma á dag og kennari minn var Gunnar Kvaran, sellóleikari, sem kendi mér í 8 ár. Og það var líka mjög góð skóli og sellóið er í mínum huga einstakt hljóðfæri og ég spilaði mikið með pabba mínum og hann var nú hérna vellesinn maður í mörgu bæði tónbókmenntum og öðru, var í hérna Guðsbyggifélaginu og fleiru, fórsetið þar. En við spilum saman bæði Bach og Beethoven og fleira saman og það er eitthvað svona sem að ég á í minningunni, þetta góða samspil við pabba minn, það var mjög gott. Ég gerði svona gamni mínu að bara tæknimann að hafa tilbúðun og eitthvað með selló og eitthvað sem var í fallegt selló og falleg mynd og líka falleg tónlist en ef ekki að biðja hann að setja á hérna, eitt selló verk.
Já, þetta var Svanurinn Já, vel til fundið. og já, mér fannst að það sem ég heyrði það að þú værir sellóleikari og meira sem mjög góður. Já, einhvern tíma var það, já. En þetta lag spilaði einhvern tíma, þetta er Camille Saint-Saëns, franskt tónskáld. Það er gaman að því það var Svanurinn að því að svanirnir einmitt eru aðal príðin á tjörninni, þannig að það fannst það nú vel valið hjá þér. Já, en við erum búin að nefna að þú hafi verið rockari og spilaðir þá ekki á hljóðfæri líka. Jú, ég hef spilað á allt mögulegt, bæði bassagítar, sungið, hljómborð, spilað á trompet, fiðlu, spilað á ýmislegt. Og verið kannski dálítið ofvirkur sem barn, var í mörgu, hafði áhuga á vísindum og las mikið af bókum. Það var ekki búin að finna upp ofvirknishugtaki þegar ég var lítill, þannig að ég hafa bara sagt að ég væri bara duglegur. Já, það var núna hafa mér alls konar nöfn, ný nöfn á alla hluti. Já, ég hef örugglega verið greindur, þó ég hef ekki verið greindur. Já, þú varst greindur og ekki fengið greiningu. Já, nákvæmlega, þetta svona. Já. En ég sé það í þessu samtali sem áttur við DFF að þú hefur verið í tónsmíðanámi líka og verið í hagfræði og í Harvard-háskóla meira sér. Já, ég var í svona framkvæmdastjóra námið þar, kallað Executive Education. Það er fyrir þá sem hafa verið framkvæmdastjórar í reikimörg fyrirtæki og þá fá menn að fara inn þarna í svona framhaldskúrsa. Og það sem ég var spenntastu verið var prófessor sem heitir Neil Ferguson sem er skrifað margar bækur hagsögu, bæði einstaka menn eins og Rothschild og fleira en líka sögu peningana og alveg frá örófi alda. Og hann sameinar sem sagt hagfræði og sögu og kennir það litið hagsögu og síðan voru fleiri prófessorar þarna og þetta var mjög áhugavert og maður fekk svona nýja sýn í heiminn og sér það hvernig sveiflunar eru upp og niður. Það eru 7 ár góð og 7 ár mögur í biblíunni og það vill oft vera svo leys en stundum lengja með svona hagsveifluna en á endanum þá eru sveiflur upp og niður. Og það er líka í vakningum og því sem gerist í lífi þjóða í sambandi við það kemur vakning og svo eins og fjari út. Já. Og við erum staddir á þeim staði í þeirri sveiflu að það er svo fjari út. En nú var leiðtogi sem menn kalla heimsmælikvarði að deyja. Hann sagði það nú reyndar þegar þið heyrið sagt að ég sé dauður. Trúi því ekki. Ég hef bara flutt mig á annan stað. Sögur mínir andlátur eru stórlega yktar, eins og maður segir. Og hann hefur verið nefndur að Bandaríkjaforseti meiri sé að eiginlega faðir í trúarlegum efnum, faðir Bandaríkjanna og verið ráðgjafi og fyrirbiðjandi. Þú ert að tala Billy Graham? Já, ég ætla að nefna hann að lokum. En ég trúi því að það skiptir mjög miklu máli að við biðjum fyrir þeim sem hátt eru settir og það er bara Biblían segir okkur að gera það. Og það er gert í kirkjónum. Það er gert í þjóðkirkjunum. Já, og það er með fyrir, mönnum. En Jesú Kristur, hann getur gagnast líka þeim sem ekki trúa á hann. Því að hann kom með svo margt sem er svo mikilvægt í lífinu. Kenndi okkur kærleikann, fyrirgefninguna og annað. Sem að við værum svo miklu fátækari ef við værum án. Og í daglegu lífi þá eru svo margar kennisetningar og setningar sem Jesú Kristur kom með sem við getum haft að leiðarljósi. Alveg burtséð frá því hvort að fólk trúi eða ekki þá á það að geta sótt í þennan brunn. Og síðan getur það kannski öðlast trú síðar en það er ekkert sem Jesú sagði sem mann get ekki haft sem leiðarljós. En þetta þú segir þennan brunn vegna þess að á öllum sviðum, í viðskiptum, í öllu, þá er nota Biblían og prinsip úr Biblíunni, til dæmis hjá S.A.A. Þessi svokalluðu spor, það byggir alltaf á orði Guðs og sumir gera sig ekki grein fyrir því að þessi prinsip, það er til dæmis þetta gefið og þið mun gefið verða. Já, mjög gott prinsip. Því að nú er svolítið verið að segja ég vil þiggja og aðrir eiga að gera eitthvað fyrir mig.
En ég held að það sé miklu heilbrigðara að við bæði gefum og þykjum og gefum fyrst og þykjum svo. Einmitt og var það ekki... Sáum fyrst og uppskynum svo. Einmitt, það var ekki eitt Bandaríkjaforseti sem sagði ekki spyrja sko hvað ríkið og hið opinbera geti gert fyrir því. Spurðu heldur hvað get ég gert fyrir hið opinbera og þar leiðandi fyrir samlanda mína. Já, og þetta var John F. Kennedy sem var mjög mælskur maður og kaþólskur forseti. En hann var einmitt að horfa á þetta þannig og við þurfum öll að líta í eigin barm. Hvað getum við gert fyrir okkar samlanda eða okkar íbúa og hvernig getum við gert betur. Og þannig á Reykjavíkurborg að hugsa. Ég myndi vilja sjá meiri kærleika í stjórnkerfinu. Og eitt sem þú vitnar í Gunnar Thoroddsen í áramótaræðinu, hann sagði sko vilji allt sem þarf. Já, rétt. Og þú tókst þetta upp. Já, og ég segi þetta allt mannanna verk, sko. Hér hafa ekki átt sér stað náttúruhamfarir. En hér hins vegar hefur orðið ákveðin hnignun. Ég segi hún ekki orðið mikil, en hún orðin einhver. Hér hefur fólki fækkað í miðborginni og fólk hefur þurft að flytja burt vegna þess að það er svo dýrt að eignast húsnæði og leigja. Og það líka ákveðin hnignun þegar fólk fast í bílum klukkustundum saman. Vinnuvikan sem átt að styttast, hún lengist að þegar fólk alltaf í bílum, það ákveðin hnignun. Og síðan sjáum við það að það bæði hætta á glæpum, eiturlyfjum og öðru og við svona verðum vör við rof á milli kynslóða. Það líka hnignun. Þannig að ég myndi vilja sjá að eldri borgarar hefðu meiri möguleika á að taka þátt í samfélaginu. Alveg eins og þegar ég fékk þann heiður og þann forréttindi að vera hjá ömmu minn og afa í Hraunbænum, þar sem kenndi mér að lesa og amma kendi mér ljóð, trúði á 20 heimi, tigg sem aðeins það ber, Guð í alheimsgeimi, Guð í sjálfum þér og fjöldan allan að heilræðavísum og ljóðum. Það er ekki allir jafn heppnir að hafa svona góðan aðgang á ömmu og afa. Þau búa kannski í öðrum bæjarhluta og það tekur kannski 1,5 tíma að skjótast til þeirra og tilbaka. Þannig að við erum að sjá meiri skilrúm á milli fólks út af umferð, út af menningu, út af áreitinu, út af internetinu og símónum. Og ég myndi vilja að við hefðum sem stefnu, sem borg og sem þjóð að reyna að taka burt eitthvað af þessum skilrúmum og kynslóðarnir væru nær hvor annarri. Það er svona eitt af því sem ég sé fyrir mér. Einmitt. Og hérna, já, maður fer alltaf strax að tala eitthvað biblíulegt. Já, það er margt í biblíunni. Já, og líka það er svo merkilegt að Ísraelsmenn, þeir voru í útlegð. Já, það er Egyptalandi. Og hérna, já, þeir voru útlegð og svo fóru við líka í Babylon. Já, Babylóníu. Og svo er einn hérna, að nafni Kíró sem verður allt í einu konungur og hann er bara heiðinn maður og heiðinn konungur og hann fær allt í einu bara ofar á Guði og Guð tala til hans og hann verður alveg sannfærður að þetta er Guð sem er almáttugur yfir allir í sköpun og þessi Guð segir honum að Ísraelsmenn séu útvalda þjóð að það þurfa að byggja upp sko Ísrael á nýjan leik og hérna Jerúsalem, borgarlið reisa upp borgina og hérna byggja upp múrana og ég að hugsa alltaf um þetta, við þurfum að byggja upp múrana í kringum Reykjavík. Sem segja múra, það er neikvæð, það er Berlínarmúrinn og það er Trump að reisa múr og Ísraelsmenn að reykja, þetta er allt saman slæmt. Það virðist vera það í hinu veraldlega að við séum aðskilnað milli manna en þessi múrar borgir hafa alltaf verið byggðar og það hafa verið borgarhlið og það er svolítið merkilegt. Ráðhús borgarna var alltaf í borgarhliðinu og þeir sátu í borgarhliðinu og til dæmis Lot þegar englarnir koma til Sódómu þá situr hann í borgarhlíðinu, en hann var í minnihlutastjórn. Hann var í minnihluta í borginu og hann réði ekki. Og hann vildi bæta hlutin í Sódómu. En hérna það fór nú þannig að hvernig fór fyrir Sódómu og við spyrum, getur virkilega að fara svona fyrir Reykjavík? Og við segjum, nei, nú er það 9 tímar, nú förum við að skera upp, nú er þessi maður hérna, Billy Graham, nú er hann farin frá
og nú erum við sjálfur sem ætlum að predika. Já, ég held að það þarf að hlusta á þarfir fólksins og Reykjavík náttúrulega mjög merkileg borg, að þú ert með merkið þarna, þetta mjög fallegt skjaldarmerki og þetta bara bæði skjöldur. Coat of Arms. Já, og þetta eru Öndvegissúlurnar og svo ertu með sjóinn, því að við erum borgið með sundin. Já, sjálfsögðu. Við erum á afar fagurt bæjarstæði og við erum sem hlutfall af heildar þjóðinni, þá búa mjög margir í Reykjavík, en Reykjavík hefur ekki, hún hefur glatað svolítið forystuhlutverki sínu til annarra sveitarfélaga. Vöxturinn annar staðar og Reykjavík pínulítið að segja að hinir eigi að sjá þetta, ríkið eigi að sjá þetta og svo framvegis. Reykjavík á að vera brimbbrjóturinn fyrir landið allt. Amen. Reykjavík á að vera valkostur fyrir ungt fólk og við viljum ekki missa fólki til útlanda. Við viljum vera fyrsti og raunhæfi valkostur fyrir ungt fólk, að það geti búið hér og vilji búið hér. Og þess vegna þurfum við að bara gera betur. Það einfaldlega þannig. Sannarlega. En ég fletti hérna að því að komum inn á þetta með hliðin. Já. Hlið Reykjavíkurborgar ráðhúsi við Tjörnin. Já, það má alveg segja það. Það hlið. Það er hlið, við sjáum enga múrveggi þar sem koma að hliðinu. En andlega séð, þá það þannig. Og svo segir hérna í Davíðssálmum og 24. sálmi og ef ég les frá 7. versi, það segir þér hlið. Með ráðhús. Já, þér hlið. Þér hlið lyftir höfðum yðar, það voru mennirnir líka þar. Hef ég yður þér öldnu dyr, að konungur dýrðarinnar megin ganga. Hver það? Það bara Jesús Kristur, það almáttugur Guð. Og svo segir, hver þessi konungur dýrðarinnar? Það drottin hinn volduga hetja, drottin bardaga hetjan. Þér hlið lyftið höfðum yðar, hef ég yður þér öldnu dyr, að konungur dýrðarinnar megin ganga. Og nú bara bið ég þess. Og nú bara fjöldi fólks farin að biðja fyrir þér, fyrir þínu frambúði og núna XD. Og við segja, eru þið hérna ómerkar svona pólitísk, allt bara sjálfstæðarflokk? Nei. Við erum pólitísk á þann hátt að það er Guðsríkið. Við viljum hleypa konungi dýrðarinnar inn og við trúum að hann sé að leiða þetta frambúð. Ég trúi því. Og hleypið honum inn. Og ég trúi því að þú munir verða borgarstjóri og hleypa inn, þú vitnar í Jesú Krist og þú biður og við munum biðja fyrir þér, fjöldinn allur. Við munum biðja fyrir þínu frambúði og með þér þá munir konungur dýrðarinnar eins og ég las áðan Jósu og Jósadagsson og landstjóran, Seltíesson. Að þeir munu vinna saman þar sé hið andlega og hið veraldlega. En þú sagði mér líka áðan að þú hefur verið meðhjálpari. Já, það er rétt. Ég fékk þann heiður að vera meðhjálpari nokkur ár í Selfosskirkju þegar ég bjó á Selfossi og við vorum nokkur sem skiptum þess á milli okkar. Þannig að það var svona þriðja kvöldsunnudag eða eitthvað sem ég fekk að vera meðhjálpari. Mér liði alltaf eins og ég hefði farið svona í svona andlega sturtu eftir að hafa farið í gegnum messuna og fengið að fara með ritningarlesturinn og þjóna. Og þetta gaf mér mikið. Og oft þegar maður var kannski ekki vel stemdur, þá kom maður alltaf vel stemdur út. Og söfnuðurinn á Selfossi mjög sterkur, hann virkur, vel sóttar messur og svo framvegis, en líka maður fann það að prestarnir töluðu mannamál og náðu til fólksins og þetta svona var hluti af bæjarmenningunni þar. Og það eitt varðandi kristnina, að kristnin skipar sess á Íslandi ekki bara því að hér þjóðkirkja í stjórnarskránni og hér kirkjur. Heldur vegna þess að það sem Jesú kenndi okkur hluti af okkar menningu og þjóðfélag eins og teppi. Það ofið að mörgum þráðum. Og ef við byrjum að taka einn stærsta þráðin út, þá hætta á teppið rakna upp og það viljum við ekki.
Einmitt, þetta hluti af menningararfi og hérna, það er sama hvert við lítum í listum og allstaðar, þá sjáum við að kristindómurinn hefur verið á ferðinni bara í öllu sem gert og ég trúi því að í raun og veru grunnurinn undir velferð Íslands sé kristindómurinn. Það hefur verið rannsakað meðal annars af félagsfræðingum sem að ekki eru mjög trúaðir menn að það er fylgni með því að menn séu kristnir og velferð þjóða og það er dálítið merkileg niðurstaða. Það er svo margt í kristindómnum sem að til dæmis lá að baki uppbyggingu Bandaríkjanna að þar voru menn með mjög mikið af kirkjum en þeir lögðu líka mikið á sig. Þeir gáfu af sér stundum 10% sem fengu og samfélagið óx mun hraðar heldur en í Evrópu. Og á meðan að kirkjunni svona hnignaði meira í Evrópu, hún óx ekki eins hratt. Ég held að það sé margt í kristindómnum sem að er góður kompás á lífið. Bæði hvernig við eigum að koma fram við hvort annað og líka bara hvernig við eigum að lifa lífinu. Þannig að ég held að ef við tökum þetta burt þá ruglast kompásinn og þá kannski rötum við af leið. Þetta þurfum við að passa. Og ég, til þess að undirstrika það sem þú ert að segja, að það er svo skrítið að það er ekki bara núna að forseti Bandaríkjanna sé núna alltaf að vitna í frelsarann Jesú Krist og hann sé studdur af þessum trúuðu kirkjum, heldur meira sé Pútín í Rússlandi farin að vitna alltaf í ritninguna. Ég held að það sé hollt fyrir alla að lesa ritninguna og ekki síst Nýja testamentið og ég held að það sé svona ein mesta gjöf sem við höfum fengið, það er að fá Nýja testamentið. Já, og hérna akkurat, þú nefnir Nýja testamentið, þá hugsa maður borgin, alltaf er hún að stoppa að Nýja testamentið komist inn í skólan eða gegnum Gídeonsmenn. Já, ég held að enginn hafi nú slæmt að því að lesa Jesú Krist. Þegar ég var barn þá las ég nú alls konar fólk, ég las Abraham Lincoln og Edison og allt mögulegt. En amma kenndi mér mest Jesú. Það var bókabíll sem kom upp í Árbæinn og þá las ég alla þessa vísindamenn og forseta og allt mögulegt og hafði mikið áhuga og las stundum fjöldan allar bókum hana. En amma sá að segja mér frá Jesú Krist og það var mjög gott. Og hérna, hún lifir með mér og ég er mitt með málverk af henni sem var málað sem að ég var að fá tilbaka á gaman því, Bergljót, amma. En svona talandi grunninn í þjóðfélaginu sem kristindóm og þjóðfélögum, að þá velta sumir fyrir sér hvernig stendur á þessum uppgangi í Kína líka. Já, hann er mjög merkilegur, það er alveg rétt hjá þér. Og ég trúi því líka að það er sumir sem telja það næstu því 10% sé orðnir kristnir í Kína. Já, þvert á stefnuna. Já, þvert á stefnuna. Og velgengnin í Kína sé líka byggð á þessu og minnust þess að það voru kristnibóðar sem fóru frá Íslandi, Ólafur Ólafsson og Jóhann Hannesson, sem voru þangað til að þeir eru það yfirgefa í Kína vegna Mao og byltingarinnar og alls þess. En allir þessi kristnibóðar þeir lögðu grunninn að ég trúi því já, það er mjög merkilegt að velgengni Kína í dag og blessunum og auðlegð sem er að verða til í Kína. Já, auðvitað hefur kristindómurinn vilst af leiðstundum og sumt hefur mjög slæmt verið gert í nafni kristindómsins í gegnum tíðina. En ef við horfum á svona stóru dæmin, við horfum til dæmis á Bandaríkin og mögulega það sem er að gerast í Kína sem er mjög merkilegt, og ef við horfum og berum saman Suður-Kóreu og Norður-Kóreu og þá segja sumir að þarna er kommunismi og kapitalismi en þarna er líka mismunandi trú. Norður-Kórea trúir á sinn leiðtoga sem er veraldlegur en Suður-Kórea trúir á allt annað. Og meiri segja það er gífurlega sterkur kristindómur í Billy Graham, stærstu samkomur hans voru í Suður-Kóreu. Og það gerist þarna einmitt á sama tíma og velgengnin var það mest. Einmitt og svo er stærsti söfnur, einn söfnur sem ekki kirkjudeild í heimi
er búinn að vera til fjölda ára í Suður Kóreu og leiðtoginn Yonggi Cho að nafni. Já. En hérna, já, ég er alveg sannfærður það að ef við viljum velgengni og framfarir, þá skulum við halda okkur við frelsarann Jesú Krist. Já, ég held að sé, eins og ég segi, sko, það er hægt að taka Krist í hjartað með trú, og það er líka að taka Krist í hugan og heilan. Hann getur tala bæði við skynsemina og tilfinninguna, og hann hefur alltaf eitthvað gott fóður fyrir okkur á báðum ykkstöðum. Það er þetta með sagt sko í ritningunni, og Guð segir það í gegnum sína spámenn, að það sé lögmál ef þú leggur fram 10 og fórnargjafir, þá munur þú fá margfalt tilbaka. Og þetta er alveg saman hvort þú ert kristinn eða ekki, eða hvort þú trúaður eða ekki. Bara við sjáum mörg dæmi þetta í sögunni, að menn sem gáfu mikið af sér, fengu mikið. Og það er, ég held að þetta sé ákveðið lögmál. Mér langar svolítið að biðja tæknimanninn okkar, að nú fer hann að styttast hjá okkur, kannski svona 10 mínútur eftir, að setja upp mynd af þér, þar sem er að hvetja fólk til breytinga og sem hefur birst áður, og við tókum bara upp. Þarna stendur kjósum breytingar. Tökum til í Reykjavík, kjósum Eyþór Arnalds. Þetta segjum við alveg hygglust og við breytum þessu svolítið. Þetta var nú eiginlega auglýsing sem var til þess að velja leiðtoga frambúðsins og breytum þessu. Það tekið í Gráu í mitt, Gráuskirkja einhvers staðar fyrir aftan. Já, mitt. Og ykkur sem horfið á, ég hvet ykkur til þess að kjósa núna Sjálfstæðisflokkinn, að setja X við D og kjósa þennan mann, Eyþór, sem er mér við hlið. Og eins og það hafi heyrt sko, að hann hikar ekki við að vitna í frelsarann Jesú Krist og meira að segja leitar Guðs. Hann er búinn að segja það hérna. Hann hafi leitað Guðs hvort hann ætti að fara í þetta framboð. Og ég trúi að þetta sé okkur til blessunar að fá hann sem borgarstjóra, blessunar bæði sko í hinu veraldlega og líka andlega. Alveg eins og við vitnuðum hérna áðan í Haggai, að það skiptir máli að sé tengsl milli ríkis og kirkju eða borgar og kirkju. Við getum haldið áfram og þið sjáu þarna á bak við mig núna akkurat í þessum töluðu orðum, að þá sjáum við Hallgrímskirkju sem er eiginlega sko kennimerki í Reykjavík og menn þekkja strax og ef að koma ferðamenn til Reykjavíkur, að það fyrsta sem þið taka mynd af, það er þessi kirkja og menn halda þetta að sé kannski einhver mikil dómkirkja, altså kaþólsk, en svo er ekki, við erum mótmælendur en þessi kirkja er sómi Reykjavíkur og líka fyrir landsmenn alla og ertu ekki sammála þessu? Jú, algjörlega, og ég held að við getum verið mjög stolt af Hallgrímskirkju. Hún er bæði náttúrulega mikið mannvirki en hún hefur líka þennan svona norræna stíl, stuðlaberg sem er notað í uppbyggingunni og svona eins konar víkingahjálmur sem er þarna efst. Þannig að hún ber í höfuð og herðar yfir borgina og er einstök smiður gotneska innan en hún er mjög norræn og íslenska utan. Og ég er mjög stoltur af henni og mjög vinsælt að fara upp í liftuna og sjá yfir Reykjavík. En svo hefur kirkja náttúrulega svo oft látið gott af sér leiða gegnum tíðina og ýmsar stofnanir í kringum kirkjuna, eins og til dæmis Hjálpræðisherinn sem er með sína starfsemi og hefur verið hérna mjög lengi. 120 ár? Já, 120 ár. Þetta er alveg ótrúlegur tími. Og þar hafa menn, bæði íslenskir og erlendir, verið að hjálpa þeim sem eru bástæddir á Íslandi og í Reykjavík. Og ég veit til dæmis að það er mikið húsnæðislausa í Reykjavík. Þeir eru fjölgað. Þeir eru 95% fleiri heldur en fyrir 5 ára síðan, sem er ótrúlega tala því að það gengur vel í samfélaginu, en samt eru fleiri út á gattinum. Og Hjálpræðisherinn var með skýli
dagskýli út í Örfirisey en misti það og þá ekkert skýli. Þannig að það neyðarskýli á nóttunni en á daginn þá eru heimilislausir í vanda. Fólk sem verður af mörgum ástæðum heimilislaust, sumt út af veikindum og öðru og það fær ekki nægilegt skjól eins og staðan Best væri náttúrulega að vandinn myndi minnka, þannig að þyrfti ekki neyðarúrræði, heldur að fólk myndi ekki hrekjast á götuna og það eitt af því sem við þurfum að passa betur. En Hjálpræðisherinn, hann hefur verið einn af þeim aðeilum sem grípur inn í, líkt og borgin gerir með sínum hætti, en þá er Hjálpræðisherinn grípið inn í þegar fólk hefur mist skjól og tekið á móti því og herkastalinn var náttúrulega mikið skjól og svo voru þessi litlu skjól en ég held að sé fátt sem við getum gert betur en að vinna einmitt með aðilum eins og Hjálpræðishernum. Ég held að þá fáum við það margfalt tilbaka. Fáum ekki bara tilbaka með því að hjálpa fólki á fætur, heldur þetta mögulega foreldrar og við viljum ekki að fólk festist í vandræðum kynslóðir eftir kynslóðir sem við sjáum í öðrum löndum. Við viljum sem íslenskt fámennt samfélag hjálpa fólki á fætur, vinna með hverjum og einum og koma þeim til sjálfshjálpar eins og hægt Sumir segja, Eyþór, að raun og vera... Til hjálpræðis fyrir ekki. Já, til hjálpræðis. Já. Að allt hjálpastarf, félagsmálastarf, eins og félagsmála starf Reykjavíkurborgar og allt þetta, að raun og vera hefði kirkjan átt að hafa þetta allt í sínum höndum, allt saman. Og við sjáum til dæmis að sjúkrahúsin, hvernig byrjuðu sjúkrahús á Íslandi? Voru það ekki nunnur? Já, kaþólska kirkjan gerir mjög mikið. Ég held allavega að borgin eigi að gera meira í að vinna með félagasamtökum, bæði sem eru eins og Hjálpræðisherinn en líka eins og SÁ og annarra. Þannig að ég held að þar sé mikið tækifæri. Hann að benda okkur á þessu ekki nema 5 mínútur eftir. En ég alveg sammála því vegna þess að raun og veru kirkjur og slíkar stofnanir, eins og þú nefndi Hjálpræðisherinn, við getum sett samhjálp. Samhjálp. Og kirkjur, hvort það heiti þjóðkirkja eða Hvítasunukirkja eða Adventistakirkja eða eitthvað slíkt, sko. Það sem fólk kemur saman og það haldið utan fólk þarna. Og Það ákveðin sálgæsla líka. Já, sálgæsla. Í trúfélögum og við sjáum það að fólk fær oft aðra þjónustu hjá trúfélagi heldur en hjá sálfræðingum, oft dýpri. Þannig að sko, þetta önnur upplifun. Sálfræðingar geta leyst einhver mál, en ef við tækjum burt trúfélögin úr teppinu eins og ég segi, þá held ég myndi rakna upp. Einmitt. En mér langar til þess að áður heldur en að við ljúkum þessu, þá langar við til þess að eins og við gerum oft, að bjóða þeim sem horfa núna á að gefast Jesú Kristi. Og það svo einfalt í raun og veru. Við þurfum bara að játa hann. Ég minnist þess að þegar ég var 14 ára þá játaði ég Jesú Krist og fyrir framan altari, fyrir framan prestinn, hann spurði mig hvort að ég vildi leitast við að hafa Jesú Krist að leita á lífsins og ég játti því. En ég var ekki alveg ákveðinn, sko. Samt, sko, ég gerði það því allir aðrir gerðu það. Já. En við þurfum að gera þetta af hjarta og mér langar til að segja við þig sem ert að horfa á að það skiptir verulegu máli fyrir framtíðina, því að framtíðin sko eins og Billy Graham var að segja og alla tíð, þá sagði að það eru 2 vegir, annar liggur til lífsins, til himnaríkis, til himna, en hinn liggur til glötunar. Og hvers vegna getur það verið að liggur til glötunar vegna þess að við höfum syndgað og skortið Guðstíð. Allir menn, allir. Við höfum öll verið breysk, en það til hjálpræði, það eru gleðitíðindin, það fagnaðarboðskapurinn, fagnaðarerindið, að Jesús, hann vill frelsa þig, en þú verður að vilja það. Þú verður að vilja taka við honum. Og hvernig gerur það? Þú segir bara, Jesús, ég veit að þú ert frelsari og þú vilt frelsa mig.
nú tek ég við þér sem frelsara mínum og ég ekki bara með munninum heldur líka af hjarta og í einlægni þá játa ég Jesús sem frelsara minn og drottinn. Og ég þakka þér nú fyrir það að ég þitt barn bara vegna þessara játninga því að það hefur sagt að þetta nægi. Guð leiði þig og enn vil ég hvetja þig til þess að kjósa Sjálfstæðisflokkinn, það að segja kjósa Eyþór. Mér finnst þetta snúast hann. Hann leiðtogi þessa hóps. Og bara í Jesú nafni þá bara skora ég á því að kjósa Eyþór. Ég trúi því að hann sé valinn á Guði, ekki bara mér. Og ég þakka þér innlega fyrir og Guð verið með þér og leiðu og blessið og allt í starf. Takk fyrir, kærlega. Og þið sem heima sittið, bara Guð leiði ykkur og blessi ykkur. Takk fyrir að hlusta. Now the Bible says we must choose two ways of life. Jeremiah had written, "Thus saith the Lord, behold, I set before you the way of life and the way of death." There's a way of life, there's a way of death. Which way are you on? You must choose tonight.